dag ætlum við að gera svo skemmtilegt. Ertu þunn? Ert þú þunnur? Nei. Víst? Það skal ég Ó, jú, þú ert þunnur. Það skal ég flyga. Tómas ætlar að fljúga. Þannig að hann ætlar að fara í burtu og leyfa mér að vera í friði. Þetta er að sjá hann er að dansa. Og í dag ætla ég að sýna ykkur íbúðina og hún er í rústi núna. Þannig að ég ætla að leyfa ykkur að sjá hana í rústi og svo ætla ég bara að taka til með mér. Tómas! En ég ætla að fara í sturtu. Já, fara það í sturtu, fara það inn á bað. Fara það ekki að gera þetta? En Tómas. Hvar var ég? Já, í dag ætlum við að baka. Við ætlum að baka smákökur og við ætlum að skreyta. Jólaskreita. Jólaskreita. Þess vegna langaði mig að sýna ykkur íbúðina áður en við myndum skreita. En já, kannski ég segja ykkur ástæðuna af hverju við erum í Vesturós. Ástæðan svo að Tómas komst inn í skóla. Hann er í flugnámi og er að læra atvinnuflugmanninn hérna. Hann kláraði einkaflugmanninn heima á Íslandi og svo er hann að taka atvinnuflugmanninn hér. Við fengum þessa íbúð bara í gegnum skólan. Þannig að það var mjög auðvelt, við þurftum ekkert að vera einhverju veseni með að finna íbúð. Ég kann ekki sýna ykkur eftir hversu stór þessi íbúð er það því að hún er ekki stór. Hún er 23 fermetrar. En við erum búin að gera hana mjög huggulega því að ég get alltaf að sýna ykkur hvernig hún var fyrir. Kannski sýna ykkur það hér. Fyrir myndir áður en við settum inn. Þú veist, við vissum ekki hvort það væri húsgögn, hvort það væri rúm, hvort það væri fataskápur. Það stóð ekkert í lýsingunni, þannig að það var ótrúlega mikil óvissa. Við fluttum líka bara á 0-1. Við vorum bara, Tómas komst inn í skólan, svo bara ok, við þurfum að flytja og þetta gerðist bara á 2 mánuðum eða eitthvað. Komum úr heimsreisunni í maí og fluttum út í ágúst, þannig að þetta var bara hæ og bæ við fólkið okkar heima. En hún hefur búin að vera hérna í Vesturósi 1,5 ár. Þannig að já, þetta var bara svona smá update og segja ykkur aðeins frá okkur hér. Mér finnst líka bara svolítið fínt ef ég myndi sýna ykkur íbúðina bara eins og hún er núna. Það er ekkert alltaf hægt að hafa allt á hreinu, eða ég get allavega ekki. Þótt að ég vilja alltaf búa gera okkur með einsta degi og ef ég gera það ekki þá ég er að segja ykkur að ég á slæman dag. Og vaska upp, svo má alveg vera, taskan mín má alveg vera á stólnum og smá fatarhúfa, það er allt í lagi. Þannig að við ætlum að koma þessari íbúði í stand og þið viljið líklegast bara sjá íbúðina, þannig að... Kannski sérum aldrei eftir. Hætt. Új, gangi fyrir að fljúa. Új, hvað þú... Ég er djóka, ég hef alveg, bless. Bless. Þetta var ljótt. Heyrðu, byrjum þennan dag bara á því að taka til. Ég er ekki með þetta allt tilbúið. Og ég hugsaði sko að mér finnst ég aldrei vera búin að gera nóg. Mér langar alltaf að bæta einhverju við og breyta og eitthvað. En ég ætla bara að sýna ykkur hvernig þetta er núna. Og svo get ég sýnt ykkur meira ef að ég breyti einhvern tíma aftur til. En það þarf að taka til ég það. Sko stundum þegar ég klára kerti þá set ég svona ofan í það sem það kaupa minni í. Þetta er sjúklega flott, þannig ég mun pottið þegar þetta er búið þá mun ég pottið kaupa nýtt og setja bara ofan í. Það er mjög sniðugt af því að kerti eru bara ógeðslega dýr. Ha? Æ nei! Þið lappið inn í forstofuna, hún er hér. Og inn í forstofunni þá ertu bara komin inn í eldhúsið. Já, hér er ísskápurinn. Mjög flott. Sko, ég elska að raða inn í ísskáp. Mér langar alltaf að fronta allt. En svo fyrir allt í þegar Tómas byrjar að fikta. Þetta er flott. Ég var að hella mér upp á kaffi, þannig að ég ætla að fá mér smá kaffi. Já. Við vorum með skápa, en við tókum það af því okkur fannst þeir svo ljótir. Hendum þessu. Hér er ruslið. Við flokkum. Þannig að og ég er enda að gera þetta svona sætt, þannig að það sé smá svona. What the? Nei. Heyrðu þetta?
peningurinn datt ofan í kaffið mitt sem ég var... þetta típist ég. Sjáðu. Frábært. Og ekki penny. Hvað peningur það samt? Já, við tókum sérst hillutur af, þegar fannst þess svona druslegt. Þannig að við reynum að halda þessu fínu. Eins og þið sjáið þá næ ég ekki þangað upp. Svo erum við með örbylgjuofn og ristavél hér uppi. Ég næ eiginlega ekki heldur þangað upp. Svo erum við skáp hérna. Þess að við gefum eiginlega bara allan svona, hvað segir maður, þurrmat. Hann er mjög fljótur að fara í rúst alltaf hjá okkur. Allir sem að koma í heimsókn til okkar koma með Nóa-kropp, þannig að við erum með lager af Nóa-kroppinni. Úff. Snakk og bananar í þessu milli, flott. Hér er allt bakstursdótið mitt og nammi. Nammið árendar er ekkert að vera hér. En hér er allt í bakstursdótið og við erum að fara að baka í dag, þannig að ég er sjúklega spennt. Svo með After Eight, maður ekki að fara að bjóða upp á það. Og hér er líka bakstursdót. Ég ætla að hafa þetta geðveitt fínt og skipulagt. Sjáðu þegar ég ætla að skrifa hérna, ég er ekki búin að því. Vá, hvað ég þarf að fara að taka þetta í gegn. Og svo, við skulum ekki ræða þennan. Hér er bara þvottaefni og... Já, heyrðu. Við erum með... við erum ekki með náttúrulega þvottavélina inni, þannig að við þurfum að fara inn í aðra byggingu sem er svona 1 mínútu frá og við þurfum að bóka vél. Þannig að þú veist, við getum ekki verið vissum að við getum alltaf fengið vél. Svona er þetta. Já, þetta finnst mér svo fyndið. Þú veist að þú lappar inn hérna. Þú ert komin inn í forstöðuna og komin basically inn í eldhúsið líka og klósettið líka. Það er hér. Og mér langar helst ekki að sýna ykkur gólfið. Kannski kveikjum að þessu. Þetta er bara svona rosalega... ég get ekki gólf, sko. Ef ég mætti ráða, myndi ég bara setja, þú veist, mála það eða, þú veist, það má örugglega ekki. Þú veist, ef maður á ekki íbúðina sjálf, þá náttúrulega megum við rauninni ekki gera neitt. Nefnum að fá leyfi fyrir því. Herðu, ég ætti kannski setja upp gestasápuna fyrir ykkur. Ég er með gestasápu. Það er hérna Rituals. Ég veit ekki, ég er klikkuð. Hér erum við með 50-50. Ég er ógeðslega næs við Tómas. Ég gef honum helminginn af skápnum, þótt ég meira dót. Og já, eins og þið sjáið, þá næ ég ekki upp. Þannig að ég get ekki mála mig hér inni. Nú að fara á tönnar. Skemmtilegt. Já, svo bara... Þetta er rosalega leiðilegt baðherbyggi. Komum okkur hérna. Og þá er það borðið sem við... Hvað segir maður? Hérna matarborðið okkar. Hér borðum við yfirleitt. Og ég elska að við séum á jarðhæð. Mér finnst það æði. Hérna hjólið okkar. Hér lærum við. Við skiptumst yfirleitt á að vera í svona lítillir íbúð. Maður meikar ekki að vera of lengi hérna inni. Maður fær alveg bara svona nóg. Alveg mjög mikið nóg. Hérna er rúmið. Ekki horfa á þetta rör. Ég veit ekki hvað þetta er. Og svo erum við komin inn í stofuna. Þannig að þetta er bara svo ótrúlega lítið og sætt. Þetta var alls ekki sætt þegar við komum. Þú veist, við vissum basically ekkert hvað við vorum að búast við. Við vissum ekki hvort við varum með rúm, við vissum ekki hvort við varum með fataskáp, en sem sagt fataskápurinn var og rúmið var. Við keyptum samt svona yfirdínu til að gera hérna rúmið aðeins mýkra, þú veist, og annars var ekkert annað. Jú, það var skrifborðið og þetta hérna borð og það var ein motta sem við fengum. Hún var ógeðslega ljót, hún var svona röndótt. Hún fekk að fara. Og já, svo allt hitt þurftum við að kaupa okkur. Svo er það bara stofan og hér þarf maður að nýta plássið, sko. Við erum bara með hérna 50-50, dótið okkar, fötin hans Tómasar og hérna eru fötin mín. Hvað meira? Það er ekkert með... Úff, Arna. Það er segra, ég er nýbúin að þurrka af og það bara, þetta gerst svo rætt. Mér finnst það magnað alveg. Og ég ætla ekki að sýna ykkur undir rúmið mitt. Gleymi því. Það er martröð. Bara mér langar helst ekki að kíkja. Ég þarf að kíkja á eftir og það ég þarf að finna jólaskrúðu. Og hér er hinn fataskápurinn. Við gefum bara drasl hérna uppi, straujarnir hér. Þetta er rosa ljótt, þetta þarf eiginlega að komast hérna inn. Og fötin okkar, ég er hérna megin, Tómas er hérna megin. Tómas er hérna megin, ég er hérna megin. Hér er spegill. Og já, annars held ég bara núna að ég sé búin að fara yfir allt nema það sem er hér undir. Það er alveg frekar lélegt af mér að ég hafi verið svona rosalega ófersk hérna fyrir ykkur í dag. Þannig ég ætla að henda á mig á málningu. Ég vona að þið hafi
fundist þetta skemmtilegt. Þetta hérna íbúðar myndband. Og kannski fengi ég eitthvað svona hugmyndir hvernig þetta púsla inn í svona pínu litla íbúð. Ef þau eru í þannig veseni. Ég er svona svo spennt sko, að því leið og við komum okkur fyrir í einhverju stærri, vákvæðum eftir að kunna meta það. En núna ætla ég að fara að gera eitthvað í mínum málum, ég ætla að punda mig smá. Já, þá er ég búin að punda mig. Hér hafið þið eina hressa Örnu og einn þunnan Tómas. Ég er ekki þunn. Herra, ég ætla þá að fara að finna jólaskrautið. Er þetta svona slæmt? Ég veit það ekki. Eins og heyrið þá erum við ekki oft hérna undir. Við erum ekkert mikið að chilla það. Nei, ekkert mikið. Tómas, ég held að jóladótið sé lengst. Nei. Lengst hvar? Lengst. Ég held að sé í stórtöskunni. Nei. Jú. Bíddu. Nei. Ég er hrættur að heyri þér. Ertu viss? Fannstu það? Nei. Nei, það er hér. Við erum að fara að baka. Ertu spenntur? Ég er ekkert rosalega spennt. Frábært.